Komið þið sæl og velkomin í viðskipti á Hringbraut, vinnudeilur, einkenni íslensks vinnumarkaðar, atvinnuástandið, bankamál og kvikabanki. Þetta eru málmálana hjá mér í kvöld. Ég ræði við Ármann Þorvaldsson, bankastjóri Kvikubanka, en bankinn annað tveggja í Kauphöllinni og nýlega skráður á aðallista Nasdaq Iceland. Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, dósent við HÍ, kemur og ræðir við mig verkföll og einkenni íslensks vinnumarkaðar. Þá kemur Geirlaug Jóhannsdóttir, sérfræðingur og ráðgjafi á Hávangi og ræðir stöðuna á vinnumarkaðnum og atvinnuástandið eftir mestu uppsagnir á einum degi í íslensku viðskiptalífi. Loks það gengi hlutabréfa að venju lítið vinni í Kauphöllina Nasdaq Iceland. En við byrjum á Ármanni Þorvaldssyni, bankastjóra Kvikabanka. Velkomin í þáttinn. Já, þakka þér fyrir. Herri, ég kalla nú bara ykkur yfirleitt Kviku, eða bankan Kviku, en þið voruð að færast af First North í Kauphöllinni yfir á aðallistan. Segðu mér svona hver megin breytingin sem felst í þessu? Já, það sem kannski skiptir mestu fyrir okkur að það er stærri hópur af fjárfestum sem í raun getur fjárfest á aðallistanum heldur en á First North. Þið fáið kannski fleiri stofnanafjárfesta þá að félaginu? Já, það er kannski ekki ólíklegt. Það er allavega einhverju stofnanafjárfestar sem í dag, eða áður en við fórum á aðalmarkaðan, gátu ekki keypt í bankanum sem geta það núna. Heyrðu, það var ágætis hagnaður á bankanum á síðasta ári, 1,8 milljarðar. Hvað ertu svona ánægðastu með í rekstri bankans á síðustu mánuðum? Já, ég myndi segja í fyrra það sem var ánægðast með var að svona uppskera í raun og veru góðan árangur eftir kaup á nokkrum fyrirtækjum árið 2017 og hvernig samþættingin í rekstrinum gekk og það skilaði sér til dæmis sérstaklega í mjög góðri afkomu í eignastýringu. Já. Þú ert að tala fyrirtækin þá hvað? Það er Gamma og Alda? Já, Gamma var reyndar ekki komið, þetta var Virðing og Alda. Já, Virðing og Alda, já. Svo kom náttúrulega Gamma núna þeir að ganga frá þeim kaupum. Já, þau kaup gengu í gegn í raun og veru núna bara í febrúar, eða í byrjun mars. En fyrst við nú að tala þetta Ármann, að þá náttúrulega Kvika á sér marga forfeður. Hvað er þetta ekki alltaf í 10 fyrirtæki sem hafa sameinast og orðið að Kviku? Jú, þegar allt talið þá held ég þetta séu 10 fyrirtæki. Það eru náttúrulega sum sem eru svona frekar smá, en það sem hefur í raun og veru gerst á undanförnum 5, 6, 7 árum aðalega að svona þessi smærri fyrirtæki, sérstaklega í eignastýringu, en líka eins og Straumur og MP banki sem voru svona tveir litlu bankanir hafa sameinast á einu stað og það hefur í raun og veru gengið mjög vel í staðan fyrir að séu mörg fyrirtæki í frekar óhagkvæmu rekstri. Þá orðin til einn ágætlega sterkur aðili sem Herru, þið eru svona einn af þessum 4 bönkum sem eru 2 bankar inn í Kauphöllinni, það Kvika og Arion banki. Munurinn á Kviku, svona ef þú segir hlustendum frá því eða áhorfendum, munurinn á Kviku sem banka og hinum bönkunum 3, hvað er það, eignastýringin og þóknanatekjur? Já, sko, ef maður segir það er náttúrulega talsverður stærðarmunur þegar kemur á efnahagsreikningnum. Við erum náttúrulega, þó við séum viðskiptabanki eins og hinir, þá erum við ekki nærri því umfangsmikilli útlánastarfsemi. Við erum eins og með mjög sterka þóknanaskapandi starfsemi eins og kannski sérstaklega eignastýringu sem orðin ansi stór hjá okkur, en svo líka fyrirtækjaráðgjöf og miðlun og okkar þóknanatekjur nema eftir kaupin á Gamma eru kannski að nema svona í kringum 70% af rekstratekjum á meðan þetta sama hlutfall fyrir hinna bankana nær svona 20–25%. Já, ok. Heyrðu, Gamma með skrifstofu í London, þið takja hann náttúrulega yfir en þið ekkert að fara víðar út erlendis heldur en eingöngu bara í London? Nei, Gamma áreindar með mjög litla skrifstofu í New York sem ég gerir nú ekki ráð fyrir að verði mikill fókus á hjá okkur en við höfum svona utan Íslands höfum við í raun og veru ákveðið að það sem við erum þó að gera sem nú ekki mjög mikið að það verði í London og í Bretlandi og það aðeins svona að fara að vinda upp á sig. Förum aðeins yfir þetta miklu sjóðir sem þið að taka með Gamma þegar þið kaupið Gamma og þá það að fara að stýra
mjög stórum sjóðum. Hvað ekki cirka 130 milljarðar sem að bara þessi mikli fasteignasjóður sem að Gamma hefur verið með? Já, ef þú telur alla sjóði sem voru í stýringu Gamma þá eru þeir rúmlega 130 og kannski meiri hlutin þar voru fasteignasjóðir en líka almenni sjóðir. En hvað voru þið hjá Kviku með fyrir þá? Í kringu 300 milljarða. Erum við að tala um þá 430 til 450 milljarðar sem allt sem eignastýring? Já, sem við erum komin með í stýringu. Það er í kringu þá tölu. Og þannig að við erum líklega, svona orðnir, já, það fyrir aðeins eftir hvernig við mæla það, númer 2 eða 3 á markaðnum og eftir aðriðum stefnum. Tölum áðan það að vera komin niður á aðalmarkað Nasdaq. Hvernig aftur hluthafahópurinn hjá okkur? Hvað ekki 600-700 einstaklingar í þessum hópi? Já, þetta eru, ég held að heildartala hluthafa eru 700 og það eiginlega langflestir eru einstaklingar. En þetta eru svona, ef maður tekur ekki fjöldan heldur kannski hlutföllin, að þá eru lífeyrissjóðir og stofnanafjárfestar eru með í kringum 30% en restinn 65-70 eru einstaklingar. Örstuð, þið voru að koma með núna á þessum, þið kom með sjóð sem heitir Auður, innlánsreikningur. Já. Hann óbundinn og ber hvað 4% vexti. Já, þetta ekki sjóður heldur, er þetta sparnaðarreikningar? Þetta sparnaðarreikningur. Já. Þið fenguðu þarna inn bara á nokkrum fyrstu, bara í upphafi 6 milljarðar var það ekki? Jú, við höfum fengið mjög góð viðbrögð þessu. Þetta við erum konum með yfir 4.000 nýja viðskiptavini. 4.000 nýja viðskiptavini? Já, náttúrulega mjög, það er nú ekki oft sem að viðskiptavini bankar hreyfa sér mikið til, þannig að ég held að þetta sé Nei, og svo kannski eftir með viðskiptavini annar staðar sem þurfa að losa tekur tíma sem að kemur þá aftur kannski. Já, það er örugglega eitthvað það, en við höfum verið þessi innlán í gegnum Auði eru komin yfir 6 milljarða, þannig að við fengið mjög góðar viðtökur sem er frábært. Svona í lokin bara aðeins efnahagslífið almennt, það er náttúrulega auðvitað kólna, hagvöxtur, óviss hvort að hann verði í mínus eða rétt í plús, maður veit það ekki. Það eru svona spár. Sérðu hvaða vaxtabreytingar sérðu svona í pípunum? Mér finnst nú svona tónnin vera þannig víðast hvar að menn séu frekar að búast því að vextir séu aðeins að lækka. Seðlabankastjóri hefur nú látið svona þau orð falla í einhverju mynd. Já, það mátti líka lesa það eins út úr kannski þessum kjara. Já, og síðan þetta orðið forseta fyrir kjarasamningum. En finnst þér kerfið vera að kólna? Erum við að fara inn í tímabil núna 1-2 ár svona þar sem við þurfum að jafna okkur aðeins á vexti síðustu ára? Ég er nú ekki alveg viss að þetta verði svo langt kólnunartímabili, en það hefur klárlega verið að kólna og ég svona býst við að hagvöxtur á árinu, hann verður öðru hvoru með yfir núlli, út af, og kannski telur mest þar breytingarna sem verða út af Vá. Og ferðaþjónustunni. Út af sem leiðir inn í ferðaþjónustuna. En mín tilfinning er svo að það sé svona frekar, jafnvel farið að örla á meiri bjartsýni strax aftur þegar óvissunni hefur verið eytt með eins og kjarasamningana og líka fólk getur farið að horfa lengar fram á veginn og þá er það til í að fjárfesta og byggja upp. Og þannig að maður er bara, ég er alveg svona hóflega bjartsýnn bara. Og fyrirtæki byrjaði á það í efnilegum fólki. Heyrðu, en þetta er komið hjá okkur Ármann Þorvaldsson, bankastjóri Kviku. Gaman að fá því í þáttinn. Kærar þakkir. Já, takk fyrir. Næst eru það auglýsingar, en farið ekki langt hér á eftir. Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og Geirlaug Jóhannsdóttir. Velkomin í þáttinn aftur. Við byrjum á því að líta sem snöggvast inn í kaupaullina Nasdaq Iceland.
Næsti gestur minn Geirlaug Jóhannsdóttir, sérfræðingur og ráðgjafi hjá Hagvangi. Velkomin í þáttinn. Takk fyrir. Heyrðu, þið Sverrir Brím eruð meðeigendur daginn hjá Hagvangi. Já, það passar. Til hamingju með það. Kærar þakkir, takk fyrir. Heyrðu, við ætlum náttúrulega að ræða atvinnuástandið. Já. Mikill dagur þegar að WOW fór á höfuðið og fleiri fyrirtæki sögðu upp fólki þann dag. Nú það eru nýgerðir kjarasamningar. Einmitt. Hvernig atvinnuástandið? Við teljum hjá Hagvangi að það sé nú bara nokkuð gott. Já. Það allavega mikið búið að vera að gera og það mikið auglýst störf. Ég kíkti til dæmis bara í dag inn á Starfatorg og sé þar 200 störf laus og auglýst hjá hinu opinbera. Við erum með talsvert af störfum á vefnum okkar. Alfreð er eitt stærsti ráðningavefur á Íslandi og það alfreð.is, þar 400 störf auglýst í dag. Þannig að fólk getur farið þar inn? Já, á job.is eru rúmlega 200 störf, Reykjavíkurborg auglýsa 90 störf laus, þannig að það töluvert mikið laus störf. Það eru 100 starfa þar sem verið auglýst eftir fólki? Já, það í raun og veru staðan, en það líka mjög mikið af fólki sem að horfa í kringum sig eftir nýju starfi. Sumir eru þá utanvinnumarkaðar, eru í atvinnuleit, virkri, og það fólk skráir sig gjarnan hjá okkur í gegnum vefinn okkar á hagvangur.is. Kemur þá líka til greina í störf sem ekki eru auglýst, því að bróðurpartur starfa sem við vinnum með á ráðningarstofunni eru störf sem eru ekki auglýst, yfir 70% starfa. Ég sá það einmitt, það nú kallað á ensku að vísu headhunting eða svona hausavegar, mér finnst það svona frekar erfitt orð. En ég var að segja það að það mjög mikið það hjá ykkur að fyrirtæki sé að handvelja. Það segir við ykkur, finnið eitthvað gott fólk fyrir mig í þetta starf? Já, það stundum þannig að það vantar bara starfsmann til starfa sem allra fyrst. Þá getur tafið ferlið að auglýsa og það getur tafið kannski 2 til 4 vikur. Þannig að stundum liggur mikið á eða það viðkvæm staða gagnvart nýju starfi innan fyrirtækisins og þess vegna frekar leitað beint til ráðningarstofana. Þannig að það mikið það að störf séu bæði auglýst. Það eru sennilega, ég myndi segja 800 störf auglýst í dag. En svo líka töluvert mikið að störf séu ekki auglýst. Og þá gildir að fólk sé á skrá hjá ráðningarstofunum. Og það hægt að gera bara í gegnum vefinn. Það svolítið það að fólk kemur til ykkar á ráðningarstofunar og það skráir sig og segir getið þið fundið starf fyrir mig. En fólk hefur stundum sagt mér frá því að það svo það heyri ekkert meira frá ráðningarstofunum. Skiljið þetta rétt að eins og til dæmis Hagvangur, þið að vinna fyrir fyrirtækin að leita og þess vegna getur myndast þessi tímatöf að það heyrist ekki í ykkur gagnvart viðkomandi. Já, viðskiptamódelið virkar þannig að við erum að vinna við að þjónusta fyrirtæki og svo mörg þúsund mann sem á skrá hjá okkur og við erum á hverjum einasta degi í sambandi við mjög margt fólk sem á skrá hjá okkur, en þá mest það fólk sem mest eftirspurn eftir hverju sinni. Það til dæmis gríðarlega mikil eftirspurn eftir bókurum, eftir alls kyns millistjórnendum, eftir innkaupafólki, eftir viðskiptafræði menntuðu fólki sem dæmi, fjármálastjórum, markaðsfólki og svo mætti lengi áfram telja. En þá kannski komum við inn á annað atriði. Það sem kallast í hagfræðinni, það ofmenntun. Það séu margir sem sagt menntaðir inn á markaðnum en þeir finna ekki starfið sitt hæfi. Þeir hljóta að vera svona oft tilbúnir til þess að færa sig, það ekki? Það auðvitað dæmi það að fólk finni í sínu starfi að það langi nýjar áskoranir, að það kannski verkefnin orðin rútínubundin og fólk búið að gera það sem það sér að það geti gert í því starfi sem það kannski vegna þess að það býr yfir mikilli menntun, jafnvel óþarflega mikilli menntun miðað við það sem starfi krefst af því. Þá fer fólk eðlilega að horfa í kringum sig. Og þannig að það stór hópur fólks líka í að horfa í kringum sig eftir nýjum tækifórum þó svo að fólk sé raunverulega í góðu og spennandi starfi. Já, það mikið það líka. Heyrðu, þetta með þegar að WOW fór í þrot, þúsundir, alltaf því 3000 mann sem mistu vinnuna þann dag. Segðu mér aðeins frá því þið buðuð starfsmönnum WOW það ekki Hagvangi til ykkur? Já, við sáum þarna ákveðið tækifæri til að nálgast þennan hóp starfsmanna WOW sem var gríðarlega svona framsæki fyrirtæki með ofsalega sterka fyrirtækjamenningu
vel menntað og duglegt fólk sem að bjó yfir mjög mikill og býr yfir mikilli þjónustulund. Þannig hópur sem að við ákvaðum að teygja okkur til, bjóða á fund til okkar og gefa góð ráð varðandi atvinnuleitina. Hvernig gekk það? Kom eitthvað af fólki til? Já, það kom 60 manns og heimsótt okkur. Já, og við svöruðum spurningum sem að þau höfðu og erum þegar byrjuð að kynna þetta fólk í önnur störf, búin að ráða nokkra til annarra fyrirtækja. Og ég bara bjartsýn fyrir hönd þessa hóps vegna þess að þarna bara öflugur hópur sem að eftirspurn eftir. Og við finnum fyrir því líka að fyrirtækin að leita til okkar og óska eftir að fá umsækjendur úr hópi þeirra starfsmanna sem voru hjá VÁ. Þarna mikið af fólki líka sem er sterkt í upplýsingatækni og allskyns spennandi verkefni sem þarna voru á oddinum. Já, og nú það líka þannig að fullt af flugliðum hjá VÁ eru jafnvel menntaðir í hjúkrunarfræði eða kennarar, viðskiptafræðingar, þess vegna arkitektur og verkfræðingar, ég veit það ekki. En það ekki ólíklegt að þessi hópur fara aftur í þau störfjafnvel sem að þau eru menntuð til. Einmitt. Við heyrum af því líka að einmitt heilbrigðismennta fólk farið að leita aftur inn í heilbrigðisgeirann sem út af fyrir sig bara mjög ánægileg tíðindi því að það mikil vöntun á fólki. Þeir sem að hafa kannski kennslufræði bakgrunn eða slíkt hafa leitað til eins og grunnskóla og leikskóla og þar hefur líka verið vöntun á fólki. Þannig að einhvern veginn að þá nær ástandið aftur jafnvægi og það virðist bara ætla að gerast frekar hratt. Það glæsilegt. Hagkerfið svona örstutt, bara nokkrar örstuttan tíma eftir, hagkerfið reyndar aðeins að kólna eftir þetta allt saman og hagvöxtur að snarminka. En það enga síður svona í lokin, það ágætis atvinnuástand, það ekki? Já, við fundum aðeins fyrir því að meðan að samningar voru lausir og kjarasamningsviðræður stóðu yfir að það kom svolítið hik svona í upphafi þessa árs og sum störf sem að stóð til að auglýsa voru kannski sett á hold. Núna sem betur fer búið að ljúka þessum fyrstu samningum og bara með ánægilega og maður heyrir ekki annað en að þeir mælist vel fyrir í atvinnulífinu. Þannig að þá leysist úr læðingi aftur fjöldi starfa sem að verður auglýstur og spennandi verður að vinna með. Herðu, kæra þakki fyrir þetta. Geirlaug Jóhannsdóttir, sérfræðingur hjá Hafvangi. Kæra þakki fyrir komin. Takk fyrir. Já, takk. Næsti gestur minn Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, dósent í viðskiptadeild Háskóla Íslands. Velkomin í þáttinn. Takk fyrir. Það eru nýgerðir kjarasamningar. Við skulum koma kannski bara að fara beint að aðalatriðinu. Mér finnst svona stærsti kosturinn við að vera hvað eru langir, það lengd samningsins. Hvað segir það? Já, ég alveg sammála. Það mjög mikilvægt að gera langa kjarasamninga. Og svona sögulega séð þá hafa kjarasamningar í Íslandi verið gerðir yfir til stutts tíma. Sem eru þá kannski 10-12 mánuðir. En það var svona breyting á við gerð þjóðarsáttasamninga 1990. Og þá var svona uppleggið að reyna að ná svona fram stöðuleika og þá voru aðrar vinnumarkaðir samanlagt það að gera kjarasamninga til langs tíma og síðan kom hrunið og þá voru samningar gerðir til stutts tíma. Og núna eru kannski að komast upp úr hruninu og við sjáum það með þessum kjarasamningi að það mjög mikilvægt að við sjáum kjarasamninga gerðir til langs tíma. Þau eru líka gerðir þessir kjarasamningar í skugga þess að það er náttúrulega fjöldi uppsagna hjá VÁ og 3000 mann sem eru atvinnulausir þarna. En þetta líka þannig að hagkerfið aðeins að kólna þannig að menn sjá kannski lengdin í þessu. Já, það eitt af þessu sem spilar stóra rullu í gerð kjarasamningana, það eru efnahagsaðstæður hverju sinni. Við ætlum ekki síst að ræða líka eðli vinnumarkaðs á Íslandi, það ekki oft sem það í fjölmiðlum og rætt það. Hvað einkennir íslenskan vinnumarkað? Sko, að þegar við erum að tala kjarasamninga, þá kannski fyrst að nefna það sem einkennir íslenska vinnumarkað, hann mjög smár. Hann mjög smár. Við erum með eitthvað 200.000 starfandi á vinnumarkaði, þannig að þetta svona vinnumarkaður. Já, en við erum með fjölda hins vegar verkalýðsfélög. Já, við erum með, sko 1995 þá vorum við 350 stéttarfélög. 350? Í dag eru við 170, þannig að það er búið að vera svona jafnt og þétt sameining og við sjáum núna bara sameiningar fyrir dyrunum. VAFR að sameinast verslunarmönnum á Suðurnesjum, nýtt stéttarfélag Sameiki sem SFR, starfsmannalega ríkisstofnana og svo starfsmannalega Reykjavíkurborgar sem sameinast. Þannig að það eru svona sameiningar, tilneyingar og við erum með þessi mörgu stéttarfélög, það er svona eitt einkennið. Síðan náttúrulega þú ert með svona mörg stéttarfélög, Gylfi, að þá myndast kannski höfrungahlaupa milli stéttarfélög. Já, svona eitt af þessu, þetta er svokallaða höfrungahlaup, það verður bara til í umhverfið sem er með mörg stéttarfélög.
og við erum kannski með allt upp í á sem vinnustöðum 30 stéttarfélög. 30 stéttarfélög? Og svona meðal fjöldi samningseininga í könnun sem ég hef verið að gera á vinnustöðum, það eru kannski 7 til 8 kjarasamningar að gera hvernig vinnustað. Býtu, það náttúrulega varla bara búandi við það og er það ekki rétt skilið hjá mér eins og á Landspítalanum, það hátt í 30 félög? Fyrst gera menn kjarasamninga við þessi 30 félög, eitthvað eru mörg, og svo þegar þeim samningi náð við einstöku félög, þá þurfa menn að gera svo kallar stofnanasamninga. Þannig að það bara alltaf hangandi yfir sumum vinnustöðum, bara vinnustöðvun? Já, allavega, kjarasamninga gerð, en þess vegna skiptir miklu máli að ná samningu til langs tíma eins og menn eru að gera núna almenna vinnumarkaði, þannig að þá allavega friður, það sem enginn okkar vinnumarkaðar þessi svo kallar friðarskylda, þannig að það ekki átökum en að kjarasamningur eru í gildi. Það var líka talað það hjá Icelandair í gamla daga, eða þegar það hét bara flugleiðir, að þá var verið að semja við 25-30 félög. Þeir kvörtuðu bara yfir því og margir sögðu sem svo félagið bara í hálfpartinn í gíslingu starfsmanna, þar að segja að það alltaf að koma ný og ný félög sem geta stöðvað flug. Er þetta ekki stórt vandamál ennþá? Þetta svona skipulag okkar vinnumarkaði. Við gætum náttúrulega hugsanlega reynt að einfalda þetta skipulag og svo má ekki glemma því að hann tvískiptur. Við erum með mjög stóran opinberan vinnumarkað og ef við skoðum bara þessar kjarasamninga sem við erum að gera núna, þetta nær bara til helmings launþega. Það sirka þá 100.000? 100.000 manns og þetta eru 4 félög, þetta eru fleiri en 4 félög, þetta er Landssambandsverslunamanna, Starfsgreinasambandið og þetta er svona hlutasamráð. Þá eftir að ræða við stóra hópa eins og opinbera starfsmenn. Og þeir hafa yfirleitt alltaf verið skildir út undan þegar kemur að samráðinu, það er að segja að reyna að ríkisstjórnin kemur með einhverja pakkalausn til þess að greiða fyrir gerð kjarasamninga. Svo iðnaðarmannablokkin alveg eftir, þannig að það er heilmikil vinna ennþá eftir þó að svo eins og reyndar ekki búið að samþykkja þessa samninga. En ég reikna með því að það við getum reiknað með því að verða samþykktir. Opinberir starfsmenn, fyrst þú nefnir þá, það er sem sagt þeir eru 20-30% er það ekki að vinnuaflinu í landinu. En þeir opinberir starfsmenn hafa hvað oftast farið í verkfall á Íslandi? Já, við erum mjög stóran opinberan vinnumarkað. Rúmlega, eins og segir, rúmlega 23% vinnuaflsins eru opinberir starfsmenn. Það er vegna þess að við höfum bara þannig fyrirkomulag í okkar samfélagi að bæði heilbrigðis, velferðar og menntakerfið er rekið af hinu opinbera. Þess vegna er það svona stór. Og þessi hópur hefur verið mjög verkfallsneyður, þannig að þetta er sirka 20% af vinnuaflinu en skýri sirka 80% af þeim vinnudögum sem hafa tapast vegna vinnustöðana. Það er bara svoleiðis. Já, þannig að þeir eru mjög verkfallsneyðir. Já, þú skrifaði reyndar greinir í Frjálsa verslunum þetta fyrir mig. Akkurat. Þar sem að þú fórst yfir þetta og við tókum frá 1976 til 2004 sem að þú varst með. Akkurat. Og það var alveg ótrúlega fjöldi verkfalla sem þar er. Er ekki verkföll að verða úrelt fyrirbrigði? Já, þú nefnir þetta, ég er með prófspurningu akkurat þetta núna. Verkföll úrelt baráttutæki. Þannig ég fer að svara henni þá kannski geta nefnendur hlusta. Já, en býtum við, ég ætla þess að fá að grípa þá boltan áfram. Já. Að það er það að það vakti athygli í þessari vinnudeilur sem er nýjaf staðinn og það er það að bílstjórar voru annarkvort í Eflingu eða hér og þar og ég kem að þessa spurningu samkvæmt stjórnarskránni, þá er félagafrelsi á Íslandi en manni finnst eins en hvað atvinnurekendur, þeir hafa gert með sér samkomulag að ráða eingöngu fólk í stéttarfélögum. Já, þetta er gengur þetta upp? Já, þetta gengur alveg upp. Þetta er það sem að kalla forgangsréttarákvæði til vinnu. Já. Við erum með mjög hátt hlutfall launþega í stéttarfélögum. Þetta er hæsta bara sem þekkist innan OECD. Og það er bara eitthvað 90%. Já, það er svo. Og ástæðan er meðal annars þetta ákvæði sem þú ert að nefna, þetta svokallaða forgangsréttarákvæði til vinnu sem er gamalt samkomulag og kemur fram í kjarasamningi milli vinnuveitenda og verkalýðshreyfingarinnar það að vinnuveitendur skuldbinda sig til þess að ráða félagsbundið starfsfólk. Þannig ef einhver hefur störf einhvers staðar og er ekki í stéttarfélagi, þá verður hann sjálfkrafa félagsmaður í stéttarfélaginu. Já, það var þess vegna sem að þeir bílstjórar sögðu, heyrðu, hann er ekki í Eflingu eða VR en hann er samt að brjóta einhver lög og fleira. Þetta vakti auðvitað athygli allt það sem horfði á það. Jú, en við erum að sjá nefnilega svolítið svona í seinni tíð að það sé svona fara að riðlast skipulagið. Það var alltaf þannig niðurnjörvað að verkamenn voru í Dagsbrún en Eflingu, skrifstofufólk og verslunarmenn voru í VR á höfuðborgarsvæðinu. En svo sjáum við bara að þetta er mjög mikið að riðlast og eins og kom fram núna í verkfallinu varðandi bílstjóran að eftir sem að fréttir sögðu þá virtist þið vera í fleiri en einu stéttarfélagi. Já, bara 3, 4, 5 stéttarfélagi. Já, sem er svolítið merkilegt sko. Förum yfir í annað, það er þá aðeins eðli Íslands vinnumarkaðar, og einkenni, miðað við kannski Norðurlöndin og fleira. Já, hér er þetta mjög, kannski það fyrsta sem einkennir Ísland, það er það að hér er mikil atvinnuþátttaka, það er lítið atvinnuleysi miðað við önnur lönd. Já,
Við erum með einhverja hæstu atvinnuþátttöku sem þekkist í heiminum, bæði hjá sérstaklega konum. Já. Og líka hjá þeir sem yngri eru og þeir sem eldri eru. Já, eldri borgarar, þeir eru víða erlendis fara menn bara verða pensjónistar upp úr 60 eða 55-60. Já, og þetta er svona eitt af einkennum sko, okkar vinnumarkaðar og atvinnuleysi, það er kannski, maður segir líka lengi, hefur svona skortur á vinnuafli. Já. En svo koma náttúrulega svona dýfur og við þekkjum það, ég meina það hafa verið hér svona stuttar kreppur og eins og bara til dæmis í hruninu að þá töpuðust eitthvað 90.000 starfsígildi. 90.000 starfsígildi. Og atvinnuleysi fór úr 1,5% í 11-12%. Svo jafnast það í ykkur tíma. Þannig að það er svona... Þjóðarframleiðslan tók reynda dýfa niður 12% eða eitthvað. En vinnumarkaðurinn er líka mjög svona sveigjanlegur. Já, það er þessi sveigjanleiki. Það er nefnilega í hagfræðinu oft talað hreyfanleika vinnuafls eða þá sveigjanleika eins og við köllum það. Það einkennir Ísland. Það er tiltölulega auðvelt að segja fólki á Íslandi. Í Frakklandi til dæmis tekur það bara 8-9 mánuði að segja upp starfsmanni. Og það hefur hingað til verið mjög auðvelt að segja upp fólki og sem hefur það gert svona fyrirtækjum svona auðveldara með að aðlagast í niðursveiflu og við þekkjum það til dæmis eins og hjá Icelandair að þeir hafa gripið til svona árstíðabundna uppsagna flugmanna til dæmis og reyndar ekki í síðustu misseri en allavega þetta er svona þekkis og þetta er bara dæmi það hvernig vinnumarkaðurinn fyrirtækin geta aðlagast aðstæðum í efnahagslífinu tiltölulega fljótt. Það er mikill hreyfanleiki og það er auðvitað talið vera mikill kostur við alla vinnumarkaði. Það er þessi hreyfanleiki, maður sem er að verða atvinnulaus, hann er tilbúinn kannski að flytja út á land til þess að fá vinnu. Tíminn er floginn frá okkur. Gylfi Dalmann, gaman að fá í þáttinn og spjalla við þetta. Kæra þekki fyrir komuna. Takk fyrir mig. Fleiri ekki í þættinum að sinni. Við sjáumst eftir viku. Verið sæl.